Komið sæl og velkomin í forystusætið. Flokkur fólksins nýr stjórnmálaflokkur var stofnaður í sumar og að eigin sögn heiðarlegt stjórnmálaafl sem berst gegn óréttlæti, mismunun, lögleysu og fátækt. Flokkurinn stefnir að framboði í öllum 6 kjördæmum landsins. Og flokkurinn hefur mælst mest með 3% fylgi í könnunum síðustu vikurnar, en við ætlum að ræða við Ingu Sæland, formann flokksins, flokk fólksins, baráttumálin og það hvað drífur hann áfram. Velkomin Inga, þið segist vera nýtt heiðarlegt stjórnmálaafl og eitt af slagorðunum ykkar burt með fátækt og spillingu. Hvað áttu við? Ég ætla nú að byrja að segja takk. Ég mjög glöð að vera hérna hjá okkur núna. Þegar við tölum burt með fátækt og spillingu þá hljótum við náttúrulega eiga við samfélagið okkar í dag. Við hljótum fyrst og síðast að vera að horfa til þeirra sem hafa fengið að sitja í neðsta þrepinu og í rauninni verið haldið undir fátæktarmörkum í samfélaginu. Og þegar við tölum spillingu þá held ég að það líðist engum hvernig landslagið okkar hefur verið síðastliðin ár. En ertu að tala flokkspólitíska spillingu og áunað ykkar mati þá við alla flokka á Alþingi? Ég hef nú ekki farið í einhverja djúpar rannsóknir hvað varðar alla flokka á Alþingi, en það hefur greinilega verið, við höfum heyrt þessa 50-50 reglu sem var alltaf á milli Framsóknar og Sjálfstæðis alveg frá öndverðu, frá því að við fengum lýðveldi, og við höfum séð hvernig bitlingum hefur verið skipt á milli svona manna eftir behag, eftir í hvar í flokki sitja hverju sinni. Við höfum séð hvernig flokksræðið hefur í rauninni hafið og haldið öllum völdum. Það sem við vildum gjarnan sjá, það væri að hagur þjóðarinnar í heild væri virtur, en ekki bara í rauninni að okkur væri skipt í þá sem að njóta þess að tilheyra sérhagsmunaöflunum og halda utanum meira og minna allt fjármagn í landinu, og svo aftur við hin sem að megum einhvers staðar vera eftir og þiggja mylsnuna sem að þeirra borðum fellur. Þannig að það sé eftirspurning að það sé skortur á einhvers konar heiðarleika í stjórnmálum. Það skortur á okkur, og ég fann það þú segir að flokkurinn hafi verið stofnaður í sumar, mér langar að leiðrétta það lítillega, því að hugmyndin að stofnun flokksins kom í janúar síðastliðinn þegar skýrsla UNICEF og Íslandi birtist 9,1% barna sem líða hér mismikinn skort. En stofnfundur var þarna í maí, ekki satt? Nei, var hann ekki í febrúar? Á vefsíðunni segir það í maí. Já, ok, en við fengum allavega listabókstafinn okkar snemma í sumar held ég, og hérna, já, það búið að vera bara mjög gaman hjá okkur síðan. Þið segið í stefnuskránni ykkar að þið viljið tafarlausa löggildingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Og þetta búið að gera? Nei. Nú? Það var þverpólitísk samstaða það á þinginu daginn sem var mjög gleðilegt eftir að þeir eru búin að basla með það í 9 ára löggildasáttmálann, að það var samþykkt að löggildan. En hann hefur ekki enn verið löggildur. Þið verður einhver ástæða til þess að ætla að það verði ekki gerst? Já, ég meina já, þeir eru að fara að rjúfa þing, ekki kosningar núna 29. október. Auðvitað verður að gert ef við komumst að, það segir sig sjálft. Þetta eitt af okkar baráttumálum númer 1. Það að löggilda þennan sáttmála, Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. En það allavega eitthvað þokast í rétta átt í þessum málum. Þetta dæmi, þetta ekki einmitt dæmi það sem aðri flokkar eru einmitt að gera? Var rík ástæði til þess að stofna þennan nýja stjórnmálaflokk? Auðvitað var rík ástæða til þess vegna þess að við höfum bara alls ekki fengið leiðréttingu, öryrkjar, eldri borgarar, við búum hér við okurvexti og verðtryggingu, við horfum á eftir unga fólkinu okkar úr landi og mannauðnum okkar, við horfum á eftir sérfræðingunum okkar, við horfum á heilbrigðiskerfið okkar í mólum hérna og talað vandi sennilega helming af sérhæfðu starfsfólki þarinn til þess að geta þá uppfyllt þær kröfur sem alvöru heilbrigðiskerfi á að þjóna fyrir þjóðina sína. En þú ert þá í raun og veru að segja að stjórnmálastéttin bara eins og leggur sig hafi algjörlega brugðist í þessum málum? Já, á ég ekki bara að segja það. Ég skal segja algjörlega, og ég skal byrja á því að tala það til dæmis eftir hrun þegar það var fordæmalaust ástand eins og við vitum. Við þurftum að gera ýmislegt annað en gott þótti á þeim tíma til þess að rétta við þjóðarskútuna sem í raun og veru hefur tekist ævintýralega og ég ætla ekki að gera lítið úr því. En þá þótti mér forgangsröðunin ansi furðuleg.
að finnast í lagi að taka upp sveðjuna og höggva og skera niður á báða bóga og láta það bitna á eldri borgurum, öryrkjum, barnafjölskyldum og fólkin í landinu, að láta 9.000 fjölskyldur missa heimili sín sem eru ekki búnir að býta úr því enn. Það enn verið að taka fjölskyldurnar nánast af lífi enn þann dag í dag. Á sama tíma, hugsið ykkur, þetta er náttúrulega ríkisstjórnin sem ég kaus á þeim tíma því að vinstri sinnuð og hef nú alltaf verið einhver kratakona og ég hef elt Samfylkinguna eftir að hún var til. En ég skammast mér fyrir það núna að hafa kosið þau vegna þess að á sama tíma þá þótti við hæfi að bjarga tryggingafélagi, sjófa á almennum. Það þótti við hæfi að stíga inn í SPKF, burtséð frá allir spillingunni þar, og þar fóru 20 milljarða á meðan var verið að skerða okkur niður úr öllum bara niður úr öllu valdi. Fjármálakerfið fara bara á hliðina eða? Fjármálakerfið fer ekki á hliðina ef þú forgangsraða þannig að henda þá ölmusin í okkur í stað þess að höggva okkur niður, af hverju þurfti að setja fleiri milljarða í sjóf- og almannatryggingafélag. Var það eitthvað sem átti að vera númer 1 í forgangsröðuninni? Til það okkur fólkinu í landinu sem átti ekki fyrir salt í grautinn, flokkur fólksins segir nei. Þetta var röng forgangsröðun og við munum aldrei vinna slíka vinnu. En talandi þessa forgangsröðun og í rauninni þetta andrúmsloft sem þú lýstir áðan, hefði ekki mátt að búast við því að fylgi ykkar myndi mælast meira? Svona miðað við í rauninni ykkar málflutning og áherslur, samkvæmt nýrri könnun núna nýjasta þjóðarpúlsi þá mælist fylgi ykkar 2,1%, þið hafa reyndar farið í sumum könnunum yfir 3%. En hefði ekki mátt búast við því að þið fengið í rauninni meiri meðbyr og meira fylgi, svona út frá þessum málflutningi? Fyrsta könnunin sem var birt eftir að þótti við hæfi að lofa okkur að taka þátt í henni, hún gaf okkur 0,6%. Lofa okkur að taka þátt í henni, hvað áttu? Já, ég meina við vorum bara ekki til. Við erum ekki flokkur sem á peninga á kostningamaskinu. Fólk út allt land vissi ekki einu sinni af tilveru Flokks fólksins að við gátum ekki auglýst okkur. En nú kostningabaráttan farin af stað og þú hefur komið í þætti hér í sjónvarpssal. Það fyrst eftir það akkúrat að ég kem hér fram og við fáum að kynna okkur og fáum tækifærið sem er ómetanlegt. Það er akkúrat þetta tækifæri sem verður til þess að fólkið í landinu veit tilvist Flokks fólksins. Við gerum engar kröfur samkvæmt skoðanakönnunum. Við höfum hingað til, ef ég til dæmis fengi að ráða, þá yrði ekki mældar neinar kannanir í viku fyrir til dæmis kjördag. Snúum okkur aðeins að málefnunum. Þið leggið áherslu á að öryrkjum og eldri borgurum verði tryggð mannsæmandi afkoma og grunnframfærslan verði þarna einhverjar 300.000 krónur. Þetta er í rauninni sömu grunntekjur og eru í nýlegu frumvarpi fjármálaráðherra. Nei, það er rangt. Þess vegna ætla ég að spyrja, að hvaða leyti eru ykkar hugmyndir ólíkar? Munurinn sá að þessar 300.000 sem eru í núverandi almannatryggingalögum, þar greina á þetta fyrir skatt. Þá eftir að taka af þessum 60.000 króna skatt og það sem er verið að bjóða upp á með þessu almannatryggingafrumvarpi sem nú það eru 240.000 krónur í framfærslu út árið 2018 þegar það er komið til fullra framkvæmda. Hugsið ykkur, á árinu 2016 þá hefur ekki verið nein einasta kjarabót fyrir öryrkja og eldri borgara því að þessi kjarabót, ef svo má kalla, sem kom 9,7% í janúar síðastliðinn, hún var afturvirkt fyrir árið 2015. Þannig að fyrir árið 2016, 17 og 18 þá eigum við að hrópa húrra fyrir því að fá tæpar 40.000 krónur í heildina í launahækkun þeir sem eru að sitja uppi með almannatryggingar eingöngu. Samkvæmt upplýsingum Nei, ég ætla að segja meira. Hins vegar það sem við erum að boða, 300.000 krónurnar sem við erum að boða, það er eftir skatt. Vegna þess að við erum með skattleysismörk upp á 300.000 krónur. Við viljum ekki skattleggja fátækt sem við teljum vera ef að fólki er rétt ölmusu upp á 200.000 krónur. Það hlýtur að teljast fátækt og það sé það hver helvita maður í samfélaginu í dag eins og leigumarkaður og fasteignamarkaður eru og flesti vilja nú ekki flokka þetta forréttinda eiga þak yfir höfuðið. Þá hlýtur það náttúrulega að segja sér sjálft að það er fátækt að vera með 200.000 krónur á mánuði eins og staðan í dag og eiga þak yfir höfuðið og mataborðið. Allt annað flokkast orðið til forréttinda að hugsa sér. Samkvæmt upplýsingum af heimasíðunni ykkur úr stefnumálunum ykkur, þú þetta leiðréttir mig ef ég að fara rangt með, þá viljið þið afnema allar skerðingar greiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða til einstaklinga og að vinna eldri borgarar og öryrkja verði aftengt skerðingum. Nú hefur forstjóri Tryggingastofnunar sagt að þetta kosti 50 milljarða að afnema allar skerðingar. Er þetta raunhæfa tillögur sem þið eru að leggja fram? Já, það eru virkilega raunhæfar. Sér í lagi vegna þess að ég veit náttúrulega ekkert hvað forsendur þessi Tryggingastofnunar maður gefur sér. Já, þetta kostar slatta, við gerum okkur það. En auðvitað gerum okkur grein fyrir því að það kostar slatta. Við munum afnema þetta neðsta skattþrep
en aftur á móti auðvitað gefa aðeins í þegar það komið í hærri tekjur, þó við séum ekki komið með það hve mörg prósentustig eða ég hafi það náttúrulega ekki beint fyrir frá mig þar sem ég er náttúrulega aldrei með blað og sæi hvað sem ekkert á það, að þá í rauninni sko erum við með algjöra lausn á því hvar við viljum sækja þá fjármuni sem við viljum setja í uppbyggingu á innviðum í samfélaginu. Og þið komið með verðmiða bæði á það hvað myndi kosta að tryggja þessar 300.000 krónur og svo þetta afnema tekjutenginguna? En við erum með verðmiða á peningunum sem við eigum útistandandi hjá lífeyrissjóðunum. Já, en hafið þið reiknað þetta dæmi saman, samhliða? Þannig að ætti þetta ganga upp samkvæmt bókhaldi Flokks fólksins? Ekki bara ganga upp, við höfum mikinn afgang. Við getum bara notað landsframleiðsluna bara sem svona bara hvað eigum við að leggja inn að Landsbankann eða hvað eigum við að geyma það? Segðu okkur. Nei, í staðreyndinni svo að við eigum 10 milljarðar sem ræða og þeir eru ekkert sóttir bara sér svona. Ég ætla að segja það. Við eigum 930 milljarða í útistandandi ógreiddum skatttekjum hjá lífeyrissjóðunum. Þetta eru tekjur eða skattgreiðslur sem að fengu undanþágu árið 1988. Þá var þessi ákveðna undanþáguregla. Lífeyrissjóðirnir fengu að halda eftir þessum skatttekjum og hvernig skildu þau svo hafa farið með þær? Hvernig skildu þau fara með þær í áhættu gamblinu og áhættu fjárfestingunum sem þeir hafa verið að gera fyrir okkar hönd eins og þeir segja? Hvernig stendur á því, eins og til dæmis eftir hrun? Þá glötuðu 600 milljarðar. Þeir töpuðu 600 milljörðum. Af því áttum við, íslenska þjóðin, 200 milljarði í ógreiddum skattatekjum og þar af náttúrulega sveitarfélögin líka í sínum útvarstekjum og þá langar mig að nefna það að af þessum 930 milljörðum sem við eigum útistandandi að þá eru 130 milljarðar af því ógreiddar útsvarstekjur til sveitarfélaga sem mörg hver að sligast undan þeirri byrði sem ríkisstjórnin og ríkisvaldið hefur sett á þá, bæði í sambandi við skóla og heilbrigðisþjónustu og hvað eina annað. Þannig að jafnvel þó að sveitarfélögin okkar séu sjálfstæð gagnvart stjórnvaldi og séu sjálfstætt stjórnvald, að þá höfum við lagt á þar ansi mikla byrðar og ég held í rauninni að það myndi allir þakka fyrir það að fá að nota þessar útsvarstekjur sínar. Ein spurning til viðbótar þessa afnám tekjutengingar alfarið. Nú hefur verið bent á og sumir haldið því fram að slík aðgerð myndi fyrst og fremst hagnast þeim sem mest eiga. Er það ekki þá í rauninni sú forgangsröðun á skjön við svona ykkar grunngildi? Það náttúrulega segir sig algjörlega sjálft að það þarf nú ekki að sko vera með einhvern kjánaganga. Við erum að tala skattleysismörk upp á 300.000 krónur. Við erum að tala grunnframfærslu upp á 300.000 krónur. Já, það ekki tiltekið sérstaklega að þess vegna kannski dreifum það ályktun að þið tala að afnema alfarið og vísi það í eignarrétt og Já, við teljum náttúrulega þegar þú hefur áunnið þér einhver réttindi sem lífeyris greiðandi að þá teljum við að vera þinn rétt. Og við getum ekki séð hvernig í ósköpunum ætti að vera hægt að sniðganga 72. grein stjórnarskrárinnar sem kveður á eignarréttin með því að skerða þann rétt. Það er eins og með svo margt annað sem maður sér að verið að gera þegar verið að ganga á svig við í rauninni skýrar grundvallarreglur stjórnarskrárinnar sem að virðist oft á tíðum illa virt. Þannig að auðvitað á fólk að fá að njóta sinna lífeyrisréttinda hversu gamalt sem það er og auðvitað eru sumir betur staddir en aðrir til Guðs lánsins eins og eldri borgarnir okkar. Það er náttúrulega það bil helmingur eldri borgara okkar sem að lifa bara á grunnframfærslu sem eiga engin lífeyrisréttindi og hinir aftur sem eiga lífeyrisréttin þeir hafa komið sér vel fyrir og það bara vel. Ekki við viljum við að allt gamla fólki okkar leggist áhyggjulaust á kottan á kvöldin og kvíði morgundeginu. Nú viljum við líka ræða fleiri mál. Það er til dæmis ekkert minnst á innflytjenda og flóttamannamál á stefnuskránni ykkar. Það er greinilega í málefnunum þá er minnst á það. Alveg búinn. Svona í ljósi yfirskriftarflokksins að hann berjist af hugsun fyrir þá sem hafa orðið fyrir óréttlæti, mismunun, lögleysi og fátækt. Er þá ekki bara nokkurn veginn hægt að gefa sér að þið séu jákvæð gagnvart móttöku flóttafólks? Auðvitað erum við jákvæð gagnvart því. Við berjumst af kærleika. Við viljum koma fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur. Það segir sig sjálft. En við viljum líka vera raunsæ. Þannig að til dæmis eins og þegar við tókum á móti Hvað þýðir það að vera raunsæ? Það þýðir það að auðvitað tökum við ekki á móti 5 milljónum flóttamanna. Það er enginn að tala það. Nei, ég bara meina það. Það þýðir ekki að vera með... En hvar viltu draga mörkin? Ertu með... Ég er mjög hlynnt því sem við höfum verið að gera hvað varðar að bjóða fólki sem vil koma hingað kvótaflóttamönnum og halda eins vel utan þau eins og hefur verið gert sem er algjörlega til fyrirmyndar. Þau eru með stuðningsfjölskyldur og allt gert til þess að hjálpa þeim
að vera sátt í sinni tilveru og við vitum líka að flest allt flóttafólk sem kemur hingað, það á bara þann draum heitastan af öllu að geta einhvern tíma aftur farið heim. Þannig að við vitum að það er erfitt fyrir þetta fólk og auðvitað viljum við hjálpa öllum, það segir sig sjálft. En nú oddviti flokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Magnús Þór Hafsteinsson. Hann er fyrrverandi þingmaður og þingflokksformaður Frjálslynda flokksins og svo þýddi hann nýverið bókina Þjóðabláan Íslam, umdeild bók, svo ekki sem meira sagt. Og eins og þú kannski manst þá setti Frjálslyndiflokkurinn innflytjendamálin á oddinn á sín tíma og vildi sporna gegn komum innflytjenda til landsins. Eiga skoðanar hans Magnúsar sér hljómgrunn í flokknum? Nú ætlum ég að byrja á því að segja að ég hef bara ekki hundsvit á því sem framfór í Frjálslyndaflokkunum og var ekki einu svona spá í pólitík á þeim tíma. Þú hlýtur að muni eftir þessu samt? Nei, það get ég svarið. 4 barna mamma og ég hefði bara nóg með mig og pólitík var ekki einu svona inn á mínu borði. Það eina sem ég þekki af Magnúsi Þór Hafsteinsinni er það að hann er hugsjónamaður og eldklár í sambandi við sjávarútveg og hann er vel menntaður og ef hann er kominn til okkar á þeim forsendum sem að við leggjum honum að fylgja okkar hugsjón og okkar stefnumálum, þá gæti mér ekki verið meira sama það hvað hann var að bralla hérna fyrir 10 árum í einhverjum flokk. En hefur þá kannski ekkert farið inn svona alvöru umræða þessi mála? Þetta er ekki bara flóttafólk, þetta er líka innflytjendur, fólk er að koma hingað á misjöfnum forsendum og það allt saman. Já. Hefur kannski farið lítið fyrir þessar umræðu innan flokksins eða? Já sko, eins og staðan er í dag hjá okkur, þessum flokki, þá náttúrulega erum við aðalega að byggja á þeirri grunnstefnu sem við setjum fram og þeim hugsjónum sem við lögðum á stað með. En eðli málsins samkvæmt, ég sem nýútskrifuð úr lagadeild Háskólans nú í vor með BA í lögfræði, ég geri mér alveg grein fyrir því að við höfum undirgengist þjóðréttarlegar skuldbindingar og okkur ber skylda til þess að bjóða velkomna hérna 516 milljónir manna inn á okkar svæði sem geta leita hér að vinnu og annað slíkt og auðvitað gerum við ekkert annað en að bjóða þá velkomna. En við gerum okkur líka grein fyrir því að Schengen samkomulagið, við vitum nú eins með Brexit, nú eru Bretarnir gengnir út úr Evrópusambandinu og í sambandi við Schengen að það er margt að vera allt í kringum okkur og við getum ekkert horft fram hjá því. Þannig að við Flokkur fólksins munum algjörlega taka skýra afstöðu með því. Í fyrsta lagi þá viljum við ekki og aðhyllstum við ekki inngöngu í Evrópusambandi. Við viljum gjarnan endurskoða Schengen samkomulagið og við viljum taka upp vegabréfaeftirlit og hafa fullkomna stjórn á eigin landamærum. En af hverju eru á móti Evrópusambandinu? Það er ekkert farið nákvæmlega í það. Ég hlustaði nú á Jón Baldvin Hannibalsson á sínum tíma, það er nú ekki langt síðan að hann kom hér fram sem að við kölluðum sjálfan guðföður sambandsins á sínum tíma. Hann sagði að það væri dálítið galið ef að maður ætlaði að fara að hugsa til þess á þessum tímapunkti að gangi inn í brennandi hús og veistu að ég gæti bara ekki verið meira sammála. En ertu þá líka á móti því að þjóðin fái að kjósa framhald? Nei, alls ekki, eins og þú sérð þegar þú skoðar grunnstefnu. Við viljum beint lýðræði. Við viljum fá að vera lýðræðisríki á Íslandi. Okkur finnst til dæmis mjög einkennilegt hvernig hægt er að safna tugum þúsunda atkvæða hér í þjóðaratkvæðagreiðslum og að sitjandi stjórnvöld hverju sinni skuli hreinlega hunsa þjóðaviljan. En þið erum með inn í ykkar málefnaskrá að 15% þjóðarinnar geti kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslu en að því sögðu þá vil ég skipta alferð gír og fara aðeins yfir í húsnæðismálin. Því að þið berjist fyrir því sem þið kallið sjálfsögðu mannréttindi. Það er að segja að allir eigi þess kost að eignast sitt eigið þak yfir höfuðið. En sko hjá ykkur, ég fann ekkert leiguhúsnæði. Er það ekki kannski tímaskekkja að ganga út frá því að allir vilji eignast sitt eigið húsnæði? Eigum við ekki að segja við séum bara að byggja á sjálfstæði fólks að það fái að ráða sjálft. Já. Að það eigi val. Og í þessu tilviki sem við erum að horfa upp á í dag, eins og ég nefndi áðan, þá get ég bætt við til þess að hnykkja aðeins á það, að þá eru 30.000 Íslendingar sem hafa kosið þann kostinn að flytja erlendis og það er á hverjum einasta degi sem að við erum að heyra fólk og unga fólki okkar sem að vill fara til að leita hófana annar staðar þar sem að hugsanlega þyrfti ekki að borga 3-falt til 6-falt fasteignaverð á ævinni og sitja uppi með þær skuldaklafir sem á það er lagt hér í dag. En hvaða lausnir sjáið þið í húsnæðis? Við viljum afnema verðtryggingu og keyra niður okurvexti. Við viljum sjá vexti sem að eru á sama level og best þekkist í löndunum í kringum okkur sem við svo gjarna viljum bera okkur sama við. Við viljum að sjá vexti niður í allt mínus 0,8% í Sviss. Og hvernig ætlum við að gera það? Við ætlum að beita löggjafanum vegna þess að hann er jú valdið og það er oft á tíðum sem ég finnst skortað alltaf mikið á það að þeir átti sig á því sjálfur hverslags vald það er að vera á Alþingi Íslendinga og skrifa lögin. En við erum að tala núna peninga og krónur, aura og krónur.
varðandi það hvernig þið ætlið að afla tekna fyrir ríkissjóð, þið viljið gera fullt af hlutum, hvar ætlið þið að sækja þessa peninga? Þú nefndir þessa peninga sem væri hægt að sækja mögulega til lífeyrissjóðanna. Hvað með aðra Það er nóg öðrum tekjulindu skal ég segja þér, en ég lít virkilega girndar augum á þessa 930 milljarða vegna þess að það er langstærsti pósturinn og enginn vill tala það við okkur í rauninni vegna þess að auðvitað vill enginn fá einn lífeyrissjóð sko af þeim sem eru í öllum þessum 40 sjóðum að dúlla sér. En sko við erum að horfa upp á það að til dæmis með auðlindagjaldið, hvernig núverandi ríkisstjórn hefur í rauninni dregið úr því að mig minnir hvað alltaf 9 milljarða á 3 árum. Á sama tíma hefur hlutfallslega aukist arðgreiðsla inn í greinina. Þannig að þið myndu vilja hækka gjaldið. Þú ert að tala um sjávarútveginn og tala um veiðigjaldið. Auðvitað gerum við það og svo er líka annað. Við sjáum gríðarleg tækifæri í ferðaþjónustuna okkar. Nema náttúrulega hvaða hefur ekki verið haldið nógu vel utanum hana og byggt nógu vel í kringum hana þannig að við eigum ekki eftir að glutra þessu öllu saman niður. En ertu þá að tala bara frekari skattlagningu á ferðaþjónustuna sem þá myndi öllum líkindum líka bitna á Íslendingum sem nýta sér ferðaþjónustuna? Af hverju? Af hverju ætti það bitna á Íslendingum? Ef þú að hækka virðisaukaskatt á alls konar þjónustu, þá eru náttúrulega fleiri en ferðamenn sem að nýta sér þá þjónustu. Nú þegar fólk til dæmis farið að sumra kvarta undan því að matur og drykkur hafi hækkað og það er líka, það eru landsmenn sem að þurfa að greiða þá ef þú ert að tala um slíka hækkun. Þú getur ekki verið með sérverð fyrir... Af hverju get ég það ekki? Af hverju get ekki verið með sérverð fyrir ferðaþjónustuna? Hún er undanþegin virðisaukaskatt, það er bara 11%. Nei, ég meina í þjónustunni, þegar þú ert að selja þessa þjónustu. Nei, ég er bara að tala eins og til dæmis bara virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna sem nú er 11%. Hann er bara 11%. Og við erum að tala núna kannski yfir 2 milljónir ferðamanna. En hvaða þætti ferðaþjónustunni að tala um þá? Nú bara alla þætti sem eru undanþegnir og eru með 11% virðisaukaskatt. Við viljum bara afnema undanþágur. Við viljum ekkert hygla einni atvinnugrein umfram aðra. Við erum að berjast gegn mismunum. Þannig að eðli málsins samkvæmt, og við ætlum að byggja á 65. greinin í jafnræðisreglunni. Þannig að eðli málsins samkvæmt þá hljótum við að reyna að byggja þannig upp að sitji sem flesti við sama borð, ef þessi er nokkuð kostur. Þið segið að þið viljið ekki að ykkar, færi þið í ríkisstjórnarsamstarf, að þá ykkar ráðherra myndu ekki sitja á þingi. Eru einhverjir sérstakir flokkar, ákveðnir flokkar sem að þið lítið hýru auga til varðandi samstarf? Ég lít hýru auga á þá alla ef þið vilja starfa með okkur af þeim hugsjónum sem við erum að setja fram. En það er afskaplega erfitt að ætla að fara að taka einhverja út fyrir sviga. Og þegar við tölum að ráðherrarnir okkar myndu ekki sitja á þingi ef svo staða kemur upp og þá er það náttúrulega bara að vísa í aðra grein stjórnarskrárinnar sem kveður á þrískiptingu. Og þessi þrískipting ríkisvalds er fyrst og síðast sett fram á sínum tíma til að hvert ríkisvaldi geti haft aðhald hvert með öðru en ekki til þess að þeir séu allir að reyna að tróða sér undir sömu sængina. Eins og til dæmis gert þegar ráðherra er líka á þingmaður þá er hann bæði þá trónir hann efstur í strúktúrnum í framkvæmdavaldinu og síðan er hann líka komin í löggjafarvaldi. Þetta er náttúrulega bara einfaldlega, þetta er bara kaos við þessa stjórnarskrárgrein. En það er engin sérstakir flokkar sem að þið viljið sérstaklega vinna með eða svona, tilbúin, sjáu frekar fyrir ykkur samstarf og engin sem þið útilokið? Nei, við útilokum aldrei neitt sem að myndi vilja vera með okkur í þessu. En auðvitað sjáu þið það sjálfa. Það eru náttúrulega flokkar þarna inni sem eru sérhagsmunaflokkar. Við erum almannahagsmunaafl. Þannig ég býst ekki við því að sérhagsmunaöflin gætu einu sinni reynt að koma til móts við okkur til þess að gera þá hluti sem við erum að leggja upp með núna. En ef þeir svo einkennilega vildi til að þeir vöknuðu virkilega glaðir einn daginn og væru tilbúnir að taka á almannahagsmununum af fullum krafti, þá værum við alveg fyrst til þess að vinna með hverjum sem þannig hugsar. Við myndumst aðeins á þjóðaratkvæðagreiðslurnar áðan og þá talaðum stjórnarskrárbreytingum hvað það varðar. Kannski við spurðum þið áður en tíminn rennur út. Hvað með almenna endurskoðun? Hvar standið þið í stjórnarskrármálinu? Viljið þið nýja eða sjáu þið fyrir ykkur að það sé hægt að gera breytingar á þeirri sem nú er í gildi? Fyrir það fyrsta þá viljum við náttúrulega sú sem nú er í gildi sé virt. Það er númer 1, 2 og 3. Fyrir það annað þá lítum við alveg mjög svo upp til þess mikla starf sem var unnið á sínu tíma stjórnlagaráðinu og sem hefur vakið í raun og veru heimsathygli. Og þar eru teknir út fyrir sviga, þar eru 4 atriði sem að þjóðin var algjörlega samstiga tugþúsundir Íslendinga sem vildu fá þá breytingu inn strax. Auðvitað erum við sammála því. Auðvitað viljum við að þjóðarviljinn okkar fá að ráða, hvort sem það er eins og við töluðum áðan
Evrópusamband, Schengen, hvað sem er. Allt sem lítur á okkur til framtíðar og okkur sem þjóð á að vera í okkar valdi að ákveða. Og þetta verða að loka orðinni í kvöld. Kæra þakki fyrir komuna, Inga. Takk fyrir mig. En næstur í forystusætið er Benedikt Jóhannesson, formaður Viðreisnar. Viðtalið við hann verður á sama tíma á mánudaginn. Og svo minnum við líka á kjördæmaþátt í norðausturkjördæmi á mánudagskvöldi. Sá þáttur verður á Rás 2 og hefst klukkan 7:30, en þangað mæta oddvitar allra frambúða í kjördæminu. Verið sæl.